Já, í doktorsnáminu mínu þá var ég að rannsaka svona tengsl svefnleysis og kæfisvefns, hvernig þessir tveir sjúkdómar tengjast og hvaða áhrif svefnleysi hefur á kæfisvefnssjúklinga og á meðferð kæfisvefns. Nú er ég að skoða hvernig það er ef við meðhöndlum kæfisvefnssjúklinga, við meðhöndlum svefnleysi hjá þeim, hvort við getum aukið meðferðarheldni. Af því að ef þú ert með kæfisvefn þá þarftu að sofa með svona grímu sem er tengd við tæki sem blæs lofti og opnar þannig öndunarveginn. Og ef þú ert líka svefnlaus þá finnst mörgum erfitt að aðlagast þessari meðferð og læra að nota svona tæki. Við notum til þess hugræna atferlismeðferð og þá notum við þessa vefmeðferð sem ég þróaði ásamt 5 læknum sem er inn á vefnum betrisvefn.is. Þarna fer maður í raun og veru í sálfræðimeðferð í gegnum netið. En svona þessi hugræna atferlismeðferð er svo leið sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin mælir með sem fyrstu lausn við svefnleysi. En við vitum að við hefum ekki getað farið eftir þessum leiðbeiningum hér á Íslandi. Við notum mikið af svefnlyfjum og aðgengi að sálfræðimeðferð hefur verið mjög skert. Og það er ekkert skemmtilegra heldur en þegar maður sér að eitthvað sem maður hefur unnið að í rannsóknum sínum og maður sér það vera komið í virkni út í samfélaginu, líkt og við gerðum með betri svefn, þar sem við vorum búin að afla okkur einhverja reynslu og þekkingar á þessari meðferð og gátum svo sett hann í nýjan búning og erum með sjómenn og bændur sem eru í búskap og hefðu aldrei kost á því að koma til Reykjavíkur einu sinni í viku og nýta sér svona meðferð en geta gert það með þessum hætti að þarna var til eitthvað hugvit sem að sprettur raun og veru út frá vísindum. Við erum að fara núna í mjög spennandi verkefni með heilsugæslunni þar sem við erum að bjóða ákveðnum heilsugæslustöðum frían aðgang að hugrænni atferlismeðferð yfir ákveð tímabil til að sjá svona í fyrsta lagi náum við að hafa áhrif á svefnlyfin og náum við að þjóna skjólstæðingum heilsugæslunnar. Og þarna erum við líka aðeins að stíga upp og sýna samfélagslega ábyrgð með því að bjóða þá lausn sem að mælt er með en ekki að bjóða kannski svefnlyf sem að rannsóknir hafa sýnt að til lengri tíma geta verið skaðleg fyrir okkur.